Only One Last Kiss syngur Pink hérna. Þetta hressandi lag frá þessari söngunu. Þetta Íslandsvinnur og ekki nóg með það, þá höfum við tekið viðtal við hana við strákarnir í 70 mínútum, en það ekki sem að skiptir öllu máli. Það sem að skiptir máli hér að klukkan orðin 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan þriðjudaginn. Sverrir Þór Sverrisson stattur á Flórída með fjölskyldu sinni í svona, hálfgerðu honeymoon, en hingað komin í hans stað engin annað en Sóli Hólm. Ertu velkomin? Takkaði kærlega fyrir. Þetta er rándýr skipting, það þarf góða mann til að taka sætið hans sveppa. Já, hann þarna stripplastum og tippin á okkur ströndu, ekki? Jó, með börnunum og hafa það kósí. Þeir eru farnir núna saman, sko, Pétur og Sveppi. Eru þið saman úti? Já. Og öll börnin og konunnar. Ekki ég. Ekki þú, nei. Af því að ég á hvorki konu nýja börn. Maður bara svona, þið farið bara og slagið ástrákar í 2 vikur og hafið það kósí. Ég sé þáttuna með hann. Ég líka, ég vilja vera að fluga vekk þegar kom hann á pælingi. Verðum við ekki að taka auðvitað með okkur, eða? Nei, hann verður bara fullu þarna í kring krakkana og eitthvað. Nennur því? Hann var inn að plata okkur og eitthvað. Spila vídeo og eitthvað vitleysi, þú veist. Þetta skilduferð, hann auðvitað getur ekki ferð með. Já, þetta væri líka svona, ég mjög góður svona fyrstu vikuna. Það væri svona, auðvitað, kemur ekki bara með okkur, það eru börnin og þú er nú gaman að þeim og eitthvað. Jó, ég er svona verulega kósí og svo varum við að grilla og spila og svona. Ég held að svona í viku 2 var ég farin að hugsa svolítið, herru, strákar, það er ekki langt til Miami, sko. Nei, nákvæmlega. Þetta er ekki geimvísindi að kíkja þarna eins. Það myndir breytast í svona djöful, eitthvað svona djöful frísins. Það var hann búinn að ná yfirhöndinni í mínum líkama. Akkurat. En við Sóli erum með, þéttan og skemmtilega þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að taka, sko, málið að Sóli verður með mér á miðvikudögum að meina þeir úti. Þetta er raunin bara 2 þættir. En þú áttir að vera með mér á morgun. Nema Hjörvar Hafleðarsson er í Pepsi-mörkunum á 15, þannig að hann baði að fá að vera á miðvikudegi. Hjöbbi verður með mér á morgun og Sóli í dag, en svo ertu með mér næsta miðvikudag. En það sem við gerum í dag hins vegar er að við verðum með miðvikudags dagskrá. Því ég er búinn að mótivera mig í það. Já, því að þú hafðir mikið áhuga að sína söngkæfileika þína. Ég er bara að fá að njóta mín aðeins svona kannski með minni eigin rödd. Já, ekki bara eitthvað eftirherma. Ekki eitthvað eftirherma kjafta alltaf, fá að syngja bara svona maður. En þú þarft að bring your A-game þar því að, ef það væri gefin velum fyrir framfarir í karaoke-keppninni, þá var ég búinn að vinna þau. Já, er það? Ég er á uppleið, ég átti aldrei séns í Pétur, en ég er á róli núna, þannig að þú ert að, eins og ég segja, að koma með A-leikið. Já, algjörlega, Pétur reyndar er góður söngvari. Já, hann er náttúrulega lúmskur. Já. Hann ef hann væri ekki svona alltaf, hann er bara feiminn við að sína það, held ég. Já. Hann fer alltaf hleypur í sig eitthvað grín. Hleypur trúðnum að. Já, hleypur trúðnum að. Ef trúður myndi ekki koma stað í hver einasta lagi sem hann syngur, þá held ég að margir myndi vera svona, wow. Tjóðlega góður. Hann getur tekið með svona netta óperu. Já, akkurat, hann er með breytt rattsvið. Þannig að við erum með karaoke hér á eftir og það er náttúrulega í ykkar höndum hlustendur að velja lögin. Opnum fyrir símann á eftir með það. Við ætlum að fá að heyra 10 hluti sem þið vissuð ekki Sóli Hólm. Og það er svona, þetta er dagskrárliðar sem ég hlakka til persónlega að heyra. Eins og hjá bæði Gils og Hjöbba og nú þér og Birni Braga. Þetta er skemmtilegur liður. Og svo ætlum við líka að fara í nýjan dagskrárlið sem heitir Slakaðu á. Og þetta er svona, við komum betur inn á þetta eftir. Þetta er svona hálfgerður símarekkur þar sem að, manneskjan er ekkert æst í símanum, en við erum svona að segja henni að slaka það saman. Já, það verður gaman að sjá hvernig það gengur. Já, þetta gæti farið fyrir ofangarðað neðan. Já. En við vitum ekkert nema við reynum. Nei, við prófum þetta. Og svo verður bara skemmtileg fíblaskóla. Ef ég mann rétt, Sóli, svo náttúrulega sturla staðrindar á sínum stað, hvernig gæti glemt þeim? Ef ég mann rétt, þá ert þú mikill slúðukongur. Já. Þá er mjög þægilegt að bánsa slúðrið af með þér. Já. Já, þannig að það er bara hér réttandi á hornu og ég hlakka til að heyra, your take on ýmislegt þarna. Ok. Byrjum þetta á hressandi lagi með Robbie Williams. Það kemur hann í fílingin. Og Sóli Hólm með eitthvað til 6 í dag. Hann var að segja mér skemmtilega sögu. Hann kemur kannski inn á hana hér á eftir. En það er komið að slúðrinu núna hérna hjá okkur strákunum og það er mjög þægilegt að vera með Sóla í slúðru því að ég var til dæmis að reyna að segja honum eitthvað smá slúður á hann og hann spurði mig orðrétt hvað heldur ég að ekki búin að frétta þetta. Þannig að þú ert alveg on top of things ennþá. Ég held það, já. Óvart alveg. Ég er ekki meðvitaður um að þú veist að reyna að fylgjast með. Þetta sækir á mig einhvern veginn. Ég veit að maður skoðar þetta og lesi þetta og ég veit alveg gott að tala um, sko. Já. En ég ætla að byrja slúðupakkan á Brad Pitt.
En fyrir ykkur sem voru í einhverjum vafa það hvort að þetta sé hinn fullkonni kallmaður eða ekki, þá voru að fá staðfestingu á því fyrir utan allt svona charity dæmi sem hann gerir. Þá var að koma hún var að segja frá því í viðtalinu Angelina Jolie að þegar hún kynntist Brad Pitt fyrst þá hélt hún að þetta væri bara eitthvað svona sigursnúður, sætur og góður leikari. En hann víst með allan pakkan, hann gerir við allt heima í þeim, hann straujar sjálfur, þvær af allir í fjölskyldunni og þó svo að þau hafi alveg efna á því að vera með aðstofa konur eða aðstofa fólk, þá þetta bara svona hluta því sem hann vil gera til að halda sér jarðtengdum eins og hann segir hérna. Já, þetta líka, þetta engin jarðtenging að þrífa þessu, 15 börn eða eitthvað, þú veist. Þetta bara körfuboltalið. Já, þetta körfuboltalið, hann bara að taka búningan eftir leik, sko, þetta svakalegt. En þetta kemur hann ekkert óvart, ég svei mig þá. Brad Pitt maður. Já. What a human being. Já, ég veit það. En svo, þú veist, ég ætlaði að segja eitt komment, en það bara lélegt og leiðilegt. Við gerum ráð fyrir að svona séu hlutirnir í alvörun hjá stjörnunum. En þú veist, maður veit alveg að fólk segir ofta að hlutirnir séu svona hinsegin. Já, svo er það aðstofa. Já, ég veist kannski hann ekki að gera neitt heima á sér. Hún bara að láta alla halda að hún sé bara ennþá heppnaður með Brad Pitt. Já, getur alveg verið. Hún þarf samt ekkert að láta, fólk veit alveg hversu heppin hún er. Þetta eitraður töffari. Já. En svo stendur hérna líka þegar hann er heima. Já. Fattar þú, hann náttúrulega stundum að taka upp bíómyndir. Já, hann er kannski heim í 2 vikur á ári og það bara hendi vélar. Já, og að strauja og hendi vél. Þetta er kannski ekkert bræðsilegt. Ég held að bíða ekkert fata hrúunar eftir hún þegar kemur heim. Og hann bara, veitu hvað, ég er búin að vera að taka upp heila bíómyndir. Já, hver á að gera þetta? Þetta reddist alveg. Ég ætla að fara að hendi í suðuvél. En nú rosalega margir sem hafa líkt hér við Brad Pitt, Sóli. Já, það aðalega útlýslega, sko. Já, en ert þú svona eins og hann? Gerir þú allt heima hefur? Já, ekki allt kannski, ég er rosalega duglur. Ég náttúrulega er í þannig starfi að ég vinn mest helgar. Já. Og kona mín hefur verið að vinna 9-5 vinnu og þá auðvitað sér maður svona, það er mér lúft og skylt að henda í 1 og 2 suðuvélar. Ég er mjög góður að þvo mér þessi, ég hef aldrei skemmt föt. Ég er ekkert að setja rauða nærbuxur með hvítum brjóstahaldara. Nei, ekki heldur sko. Málið er, ég hef þroskast gríðarlega á síðustu 5 árum. En þurftur að find out the hard way? Nei, okay. Þetta var svona, mér var kent þetta alveg. Já, akkurat, góða mömmu. Já, góða mömmu sko, en hún ofdekraði mig. Já, ég líka nefnilega. Við erum sennilega komið með svipuðum, við erum báðið skilnaðabörn. Já. Og þú veist, mamma mitt sá allt fyrir mig. Já, sama hér, já. Ég vissi ekkert hvað þessi takkar þýttu, sko. Nei, það var sko fyrirhandi kærastan mín sem kendi mig svo á þvottavél. Já, það var líka kona mín núna, eiginkona mín. Já, svona það leitu hún var að kveðja mig og svona sýndu mig hvernig þetta gera þetta. Og þetta ég tekist ágætlega síðan. En ég maður samt hvað að stressa þér og eina sko eftir ég byrjaði að þvo sjálfur, þá verð ég að gefa sjálfur með það. Mér þykir svo vænt suma bólina mína að bara leið og þvottavélin er búin, þá hleyp ég, teygi úr þeim og setja á svona, ef hún var að, fyrirvændi var að þvo þá voru ég kannski svolítið krumpar því að þá bara tók hún hendum og svo bara beint á rúmið og... Já, það gengur ekki upp. Hún var ekkert að gæla við mína bóli. Nei, og svo náttúrulega hefur maður oft heyrt dæmi þess að það hefur verið að henda flottum bólum í þurrkaran. Já, það er náttúrulega alveg út í hött. Stránglega bannað, en það er virkilega gaman að heyra að þið ekki bara útlitið sammeilegt þú og Brad Pitt heldur þið duglegir heima hjá okkur. Svo er það næsta slúður, en eins og ég kom inn á í gæra þá er búið að staðfesta nýjustu dómnefndinni hjá American Idol og það eru þau Nicki Minaj og Mariah Carey ásamt Keith Urban og Randy Jackson. Já. En þetta er búið í tökku núna í 2 daga. Það voru einhver áheyrnarpröfur í New York og það er strax komin svona einhver leiðindi á milli Mariah Carey og nýjustu stjörnuna í popbransanum Nicki Minaj. Því að Mariah Carey fannst svolítið skrítið að Nicki Minaj skildi fá jafnstórt búningsherbergi og hún. Hvað er að þessu liði? Já, ég veit ekki. Ok, Mariah Carey, hún er að fá held ég sko, Nicki Minaj fær $3 milljónir sem er rosalega peningur samt. Þetta eru 400 milljónir eitthvað, tæpar, fyrir að stjórna þessum þætti sem ég held líka sé bara virkilega gaman að gera. Já, virkilega. Ferðast og svona? Já, herru, Mariah Carey fær held ég 9 milljónir eða 10. Þannig að það er einhverju miljard, þú veist, bara... Já. Hversu brenglaður og bara, ég á ekki til orðið, hvernig ertu orðin þegar þú getur ekki bara notið þess, þú færir svona peningur þetta er örugglega gaman, þú ert strax á fyrsta tegja kvarti yfir eitthvað sem er jafnstórt herbergi og þú
Sko, ef ég fengi $9 milljónir fyrir að vera dómari í American Idol. Ef ég fengi $9 milljónir, það myndi gera hvað sem er. Já, akkurat. Ég myndi vera tilbúinn að skiptum bara buxur með hangklæði fyrir framan alla keppenduna, bara vippa mér og skiptum nærbuxur bara þannig að enginn myndi sjá og vippa mér í þetta fyrir fram á þau. Ég myndi dæma seríuna nakin fyrir $9 milljónir. Já, nákvæmlega. Ég meina fyrir $9 milljónir, ég held að sé mjög fátt sem ég myndi ekki gera. Já, svei með það. Mjög fátt. Já, ég alveg sammála því. Þannig að síðasta sem ég myndi gera væri að pirra mig yfir. Segjum til dæmis eins og, nú ég búinn að vera með sjónvarpinu í 10 ár og við værum að fara að dæma saman í bandunars Bubba. Og Sóli Hólm, hann verður hérna í domnendinu með þér. Hann bara, já, ok, hann nú ekkert búinn að vera í sjónvarpinu í 11 ára síðan. Nei, hvað hann með jafnstórt herbergi og ég? Já, nákvæmlega. Já. Þetta myndi aldrei, við myndum ekki, sérstaklega ekki að verðum að fá, sko, ég verður að fá 30 skall og þú 90 skall, sko, fyrir seríuna. Nákvæmlega, þetta myndi ekki gerast í Íslandi, en svona þetta, svona, það búið að eyðileggja bara eitthvað í þessu fólki stundum. Já, þetta alveg, og María Carey, ég heyrði þið var myndstu eitthvað át í gær til Björn Bragi, að það hún náttúrulega búin að einhvern veginn að verða svona meira fríkur eftir síðustu árin. Já, ertu ekki sammála því? Jú, algjörlega. Svo ætla ég að enda hér, slúðrið á, það er endar tvennt sko, ég var að sjá hérna, ég reynir nú að taka ekki mikið slúður af vísi, því að þá er fólk búið að sjá það. En ég held að ekki farið fram hjá neinum sem að fylgjast með slúðrið þessar fréttir hérna í dag. Í fyrsta lagi kemur hérna ein grein, það sem að stendur, þetta er hnullungur í lagi. Þú ert alveg búin að sjá hana. Og þar eru þau Ryan Reynolds og Blake Lively sem eru búin að vera saman í 12 mánuði að kissast út á svölum og það er svona að vera að sýna nýja hringinn hennar. Þau voru að gifta sig. Og ég skoða hérna að þeim einhverja 5 myndir, svo strax næsta grein fyrir neðan þá er það Ashton Kutcher og Mila Kunis sem nú svona jafnfallegt par að kissast í Central Park. Þetta er eiginlega bara of mikið fyrir svona manni eins og mig. Já, þú ert einn. Helt greið maður. Ég einn bara Sveppi og Pétur út í Flórida og þú bara einn að skoða ykkur og svona greinar. Þetta er agalegt. En finnst þér ekki svona, það sem ég ætlaði að spyrja mig hérna í lok slúðursins, finnst þér þetta ekki pínu lélegt á Ashton gangvart Demi því að þú veist að hún er pínu tæp núna og að hann skulle vera að labba og svona leifa að taka myndir eða vera að kissast í Central Park og svona? Jú, þú skalt ekki halda það að mitt álit og Ashton Kutcher sé það sama og það var fyrir 2 árum síðan. Nei, gott að heyra. Þú skalt ekki halda það. Því þetta er alveg, mér finnst alveg agalegt hvernig það er að koma fram með Demi. Já, ég er sammála því. Hver man ekki eftir því að vera 13-14 ára og horfa á hérna, hvað heitum, striptease myndin? Já, og Disclosure eða hvað sem heitir. Já, þetta var þá þegar hann var yfirmaður sem er reynda að nauðga Michael Douglas. Já, hárrétt, já. Akkurat, já. Þetta var alveg, þú veist, ég á bara Demi Moore margt að þakka og mér finnst þetta lélegt hvernig hann kemur fram með hana. Ég er sammálaði og... Eitt annað, þessi fyrirsögn, þetta er hnullungur í lagi. Já. Hann gæti að vera tekið mynd ofan í klósettið. Já. Þetta er svona alveg ógeðslegt, svona maður getur hugsað eitthvað annað. Já, þegar þú heyrir fyrirsögnina. Já. Já, ég er sammála. En þú hugsaðir ekki beint demanstringu strax? Nei. Nei, þetta er hnullungur í lagi. Þegar þú segir, sérðu þetta par. Ryan Reynolds og Gossip Girl stjarnanna Blake Lively. Þetta er svona, þau eru þau 1-2 sem eiga séns í hvort annað einhvern veginn. Já, ég reyndar sko, þú veist, ég held að ég sé rosalegur sko, þú veist, að því að ég er rosalega öruggur með mína kynhneigð. Já. Þú veist, þá ekki, mér finnst umhald að vera að taka þetta fram, skiptir ekki máli. Að ég er mjög, þú veist, ég held ég sé mjög næmur og sjarma kallmanna. Já. Ég held ég sé það. Já. Og Ryan Reynolds er svona típa sem að, mér finnst einhvern veginn vanta eitthvað rosalega mikið cool í. Já, er það máli? Já. Já. Mér finnst sko, ef við berum að saman við til dæmis Ashton, mér finnst Ashton miklu svalari, sko. Já, en sko ég held. Já, betur náungi. Já, ég held að Ryan sé rosalega góður strákur. Já. Ég sammála því. Jú, ég held að reyndar, það er alveg rétt. Svona drauma tengda svona. Já, kannski ef ég væri kona, þá væri ég meira fyrir bad boy. Já, ég er svona típan sem að... Þú er náttúrulega eldri, þú er búin að þroska. Þú þarftur að vilja bad boy. Ég ætla að hafa góð. Þetta er ekki fyrsta sinn og væntanlega ekki síðasta sinn sem ég spila þetta lag. Outlandis Warrior. Ég held ég að hérti spila þetta áður, já. Já, þetta dettur inn hjá kallinum. Það er líka 3. dagur og kósí. Ekki það, maður þurfa einhver ástæði til að spila kósí lög. Nei. En talandi kósí lög, þá eru við, Sóli Hólm hér í fjarveru Sveppa, en samt í rauninni í fjarveru Péturs. Því að þú áttur að vera á miðvikudegi, en Hjöbbi dettur inn á miðvikudag. Og ég þarf að finna einhvern annan á fimmtudaginn, af því að þá er Hjöbbi í Pepsi-mörkunum, pínu flókið. En fyrir vikið þá erum við Sóli Hólm að taka hérna miðvikudagsdagskrá og sem þýðir það við ætlum að keppa í karaoke og eftir.
Og já, þar þurfum við ykkar hjálp, kæru hlustendur. Þegar nú þurfum við að hringja í 511-0957 og koma með hugmyndir að lögum. Þetta svona svipaðar reglur og hjá okkur Pétri. Við tökum inn svona 5-7 símtöl og veljum svo einhver 2 lög af þessum 7. Það verður að vera eitthvað af þessu. Þannig að fólk svona... Maður getur ekki haft áhrif á það, svo sem. Það bara... Nei, fólk hringir inn og jú, þú getur svona sagt en þetta eitthvað. En þetta svolítið í höndunum ertu með eitthvað svona... Nei, ég vil bara eitthvað sem er, þú veist... Ertu melodíukall? Ég er svolítið balluðu og melodíukall, sko, en það má alveg vera, mér er alveg saman hvort þessi kona eða kall sem er að sungja það, sko. Já, líka skemmtilega verið þig að setja þinn blæ á lag sem að kvenmaður... Já, ég tókst þetta með Power of Love mjög vel daginn. Ég mætti því, ég segi ekki vel, en ég reyndi. Þú vannst. Já, það er enda rétt. Herðu, það er búið að opna þetta með símann og við erum að leita karaoke-lögum. Hvað verður þú til að heyra? Herða, ég hennilega þrái að heyra þau syngja hérna 212 með Azealia Banks. 212 með... Ég sverða, ég held að þetta verði eitthvað epíst, sko. Ég búin að reyna að syngja einhvern veginn skipti sem það er hérna karaoke. Ok. Og hérna, ég grátbið þig að gera þetta fyrir mig. Það er ekkert annað. Þetta er einlæg bón. Já, þetta er mjög einlægt. Ef það er til á karaoke, þá var ég eiginlega til. Er þetta ekki hérna... Já, ok. Ef það er til á karaoke, þá er það bara mjög líklegt. Ok. Af því að þetta er svona kvenmaður og ég var til að setja mitt spinn á þetta. Gera það þínu. Gera þetta mínu. Herru, takk hjá að ringja. Takk. Ok, það er komið 1 lag hérna. Við erum að velja lög í karaoke og hvað værið þú til að heyra? Ég var til að heyra Payphone með Maroon 5. Vá. Payphone. Það er gott vald, drengur. Já. Ok. Ok, glæsilegt. Bye. Bye. Þú svolítið svona Maroon 5 eða ekki? Jú, þau henda mér mjög vel þegar lög. Já, FM 95 blöð, hvað værið þú til að heyra? Sexy and I know it. Já, Sexy and I know it. Ég held að alltaf þegar ég hef verið kannski eitthvað með gítarinn og spurt svona það sem ég er svona með kannski aðeins hvað ertu hérna gamall einstaklingur? 13 ára. Akkurat. Fólk á þessum aldri, þetta er óskala, já þú líka, já flott. Þetta er óskala sem allir biðjum á þessum aldri, þannig að þetta er mjög vinsælt lag. Sexy and I know it. Já, þetta reynda getur verið gott. Já. Þetta er svona, þetta er hrest og gott, takk fyrir þetta. Akkurat, stuð þarna á stemming bakvið og sendi kveðju fram í eldhús. Og sendi kveðju fram í eldhús. Já, við erum að baka. Já, gangi ykkur vel, hvað er að slætt í? Súkkulaðköku. Nam, á 3. degi maður. Öfund ykkur. Já. Njótið þess að vera 13, það bara detta okkur lán og víxlar og viðbjóður. Ég heyri þér. Ok, bye. Manstu, þú voru 13 að baka bara og ekki áhyggjur í heiminum. Nei. Mamma og pappi ennþá gift og allir feskir maður. Já, það er ekki að mér. Æ, greið. Það var búið. FM 95 blöð, hvað verður þú til að heyra? Halló, FM 95 blöð, hvað verður þú til að heyra? Getur þetta ekki verið með Gangnam Style? Gangnam Style? Já. Þetta er náttúrulega rosalega mikil uppbeat lög sem er búin að koma. En ef það væri ekki hægt, hvaða rólegt lag myndur þú vilja heyra? Þetta var eina hugmynd sem ég fann. Þetta er náttúrulega bara, þetta er lagi sem ég hækka alltaf í botnið, sko. Þetta er með vinsalestu lögunum á stöðin í dag. Við skoðum þetta, það er til í karaoke. Ok, bye. Það eru komin 4 lögtökum alltaf á svona 3 viðbót. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Já, það er ekki 20 mínútur það er flott. Við spilum alltaf bara 2. Já, 2, það er flott. Já. Mjög flott. Einhvað með Queen alltaf. Sko, Pétur er búinn að taka nafla Bohemian Rhapsody, sko. Já. Það er bara Queen. Queen eru bestir. Queen, já. Ég finn eitthvað gott Queen-lag fyrir sólan kannski auðvitað. Ok. Herru, takk fyrir þetta. Já, bye. Ok, við tökum innan 2 viðbót FM 95 blöð. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? This is love. This is love. Það er ekkert annað. Ok, Unnur, bye. Einn viðbót. Já, tekum á þessu hér. Einn viðbót FM 95 blöð. Hvað verður þú til að heyra í karaoke? Herru, daginn, ég heiti Íruna. Hæ. Og þetta er Patricia. Hæ. Herru, við ætlum að fá óskalag. Ok. Þetta er, ég dansaði af mér. Já, það er ekki til, þetta eru bara amerísk lög. Já, er það með eitthvað annað útlenskt? Gammal stæl. Já, gammal stæl, það er komið, við skoðum þetta. Má sjá, tökum einni viðbót hérna, hvað verður þú til að heyra? Já. Ég vil vera brúaðis með Elton John. Hvað segirðu?
Blue Eyes. Já, heyrðu, þarna er eitthvað, þarna er að fara að tala saman. já, Blue Eyes. Elton. Já, þú voru að syngja þig vel þá. Hvað ertu að vinna á gröfu eða eitthvað? Já, segjum það bara, það er fínt. Já, ok. Ég er alltaf gaman að geta sett fallega melodíun í gröfuna, sko. Það er mikilvægt. Ég er alveg upp í gröfuna, blá. Já, það? Já. Nei, ég er nú bara okkur með litt trukk. Trukka, ég er líka alveg upp í vörubíl. Pakka upp bæði. Þannig að þetta er mjög kært. Ertu á Scania? Já, sjálfsög. Scania, já. Afi var alltaf á Scania. Pappi líka. Við skoðum Blue Eyes. Það er glæðilegt. Áfram Scania, úamann. Þá erum komin hér 7 hressandi lög. Já, en þau koma seinni í þættinum með það ekki? Jú, við þurfum að fara núna að kíkja eins yfir karaoke eitthvað. Hér næst, eftir öskamma stund förum við í sturlaða staðreyndir. Hlakka til. Þökkum öllum sem að ringdu og þeir sem að náðu ekki, þá bara náðu næsta miðvikudag. I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It's Gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. So hard, motherfuckers wanna find me. Já, með svalari lögum á þessari stöð Jay-Z og Kanye West með Paris. Og já, ég er alltaf ekki komið leið á þessu leið. Ertu aðdáðandi þeirra? Já, sko, mér er ekki illa við þá. Nei. Hvor er hann? Sko, Jay-Z, mér finnst hann alveg með þetta. Já, Jay-Z hann er ekki bara góð tónlistarmaður, heldur að hann sé með eitthvað í kollinum. Já, hann er eitthvað í kollinum og virkilega góður bara í viðskiptum og öðru og á gullfallega konu og fjölskyldu. En svo hérna er hins vegar Kanye West sem er, ég skal gefa hann það, virkilega góður tónlistarmaður. Fíla tónlistan hans alveg í tætlur. En hann er með hambúrgara fyrir heila, held ég. Ég held það, en mér fannst þetta einhvern veginn þegar hann kom inn á sjónarsviða, eins og hann kæmi inn sem eitthvað svona wise man. Já. Fannst ekki eftir, hann átti að vera klára einhverja gráði í einhverjum háskóla eða eitthvað svoleiðis. Já, byrjaði sem bara pródusent, sko. Já. Og þetta alltaf, ég held að bara þegar mamman stóð þá hafði hann bara mista. Já, það gæti verið. Hún alltaf deyri í líta ekkert greið sem er alveg skelfilegt. Men hann borgaði örugglega fyrir. Já, og ég hugsa það Auðin upp á. tekið vel á fyrir kallinn, sko. Já, ég held það nefnilega. Þannig að þú veist, það er kannski á þessir eðlilega skýringar, en hann er allt og mér veist hann alveg, já, mjög vitlaus. En mér veist það reyndar, hún náttúrulega Kim finnst mér alveg frábær. Kim Kardashian? Nei. Mér finnst hún alveg frábær. Hún er svo dugleg, hún er búin að koma sér svo langt og bara með einhvern veginn allt á eigin veruleikum. Þetta er satt, sko, þessi þættir, þú verður heimskar á að horfa. Já, ég er enda að horfa ekki þættina, það er kannski, já, ég myndi gera það, þá myndi ég kannski ekki vera ánægður með hana. Þá myndi breytast ég að áliti, held ég. Já, er það? Já, en það er sko, eins og með Kanye West, það þarf engan snilling til að átta sig á því að hann er með hland fyrir heila þegar þú ert að semja lög kynlífsvídeó núverandi kærustu. Það er bara sick. Já, þetta er... Það er bara mjög sick. Já, nákvæmlega, sick er bara gott orð. Þetta er einhvern veginn svo ramt á allan hátt. Já, mér finnst þetta bara svona, mér finnst þetta bara eitthvað, ég ætla ekki að segja að fara lengra með það, mér finnst þetta bara það ógeðslegt, sko. Já, hann er að skipuleggja ammaliðinnar. Já. Ég hefði getað verið með það í slúðrunum, mér fannst það bara ekki það merkilega slúður, en hún er að verða 32 ára Kim Kardashian núna í næsta mánuði og hún er eitthvað leiði við stóð. Aha. Já, því hún er 32 ára og ekki börn og eitthvað svona og er tvígift eða tvískilin. Já, ok, ég held að vera að tala um sjálf með þetta tímabili, 32 ára, þetta ekki börn, en þú ert ekki tvískilin. Nei, ég er ekki... Og ekki leiður í því, þú ert glaður. Já, ég er ekki bara að skilja þetta. Og hún er eitthvað leiði við og hún sé verða 32 ára. Þannig að hann ætlar að hugga hana og halda rosalega veislu sem kostar $1 million. Já. Þetta er náttúrulega bara heilbreyttið ekki. Jú, mjög, og mér veist líka náttúrulega, ég hef aldrei fyrirgefið henni hvernig hann kom fram við hennar Taylor Swift á sínum tíma. Það er svona ángríns, ímyndaðir, hún er að fá, sko, Grammy, var þetta ekki Grammy-verðlun? Nei, þetta var hérna Music Awards, þegar ekki. Allavega, þetta var eitthvað rosalega verðlun. Já. Og fyrir besta vídeói. Já, besta vídeói, þetta er sko, hún er sko tvítu eða eitthvað, og þetta er ímyndaði momentið, að fá þessi verðlun, hvað er rosalegt, já, akkurat, kemur hann bara, Beyoncé, the best video of all time, þú veist, það er hræðilegt, sko.
Eitthvað svona, Beyoncé had the best videos of all time. Já. I'm just saying. Eitthvað svona. Okay, you can go on with the speech. Þetta var hræðilegt, sko. Maður. Þetta er svona, enda spáði því að þá var hérna Obama nýorðinn Bandaríkjaforseti, fyrsti blöggumæður sem verður forseti í Bandaríkjunum, og það náðist á sko teipi þar sem hann sagði what a fucking idiot. Já, sagði það. Já, það var kannski leiðilegt fyrir Kanye að heyra bara forseta Bandaríkjunum að tala um hans í hálfvit. Líka því að sko Beyoncé og Jay-Z vinir hans sko, þau eru bara í innsta hringja á Obama. Ég veist sem að Kanye er ekki boðin í partíin. Sást ekki líka þegar myndavillin fór á Beyoncé hann út í sal. Hún bara, ekki gera þetta, hættu þessu. Ég veit það. Hún var svona nákvæmlega eins og systur mínar eru þegar ég er að stríða þeim á djamminu. Já, þannig, já. Þetta var bara svona, hún fyllti svona viðbjóð. Já, akkurat. Þetta var þannig, hann er ekki, ég er ekki hrærði við því að segja þetta, sko. Þetta er ekki hrós fyrir mig. Nei, og líka Láfi og hún þurfti bara að fara að segja ykkur ég bað hann ekki þetta. Já, hann láði þetta að vera þannig. Já. Nei, þetta er, báðar systur mína, það eru svo feimnar. Ekkert skemmtilegra heldur en að, ef að ég bara, hvað sem við erum út að borða og eitthvað að segja bara, nei, gerðu það bara sjálf, herru, hún var eitthvað að hrósa hérna hringniðinum, eða eitthvað bara svona kjaftaði, nei, ég var ekkert að því, nú, hvað, finnst hann ljótur, eða, hvað er að þér? Þetta er svona, henni leið þannig, þar sem að ég sé bara að systur mínum það langar inn í sig og langar ekki vera til. Já, akkurat. Þannig leiðinni. Já. En hérna, sem betur fyrir ekki heimsbyggðin að horfa þegar þú stríðir systurunum. Nei, reyndar, það er hárrétt hér. Við ætlum að fá hér örstuð skilaboð og svo er það sturlaða staðreyndir og, verður bara reynskilinn, ég verð ekkert fúll, ertu að fan of sturlaða staðreyndir? Sko, þegar ég hef verið með þér hérna og fengi, ég held að séum þetta bara eitt skipti, þá fannst mér mjög gaman. Já. Þannig að mér finnst ósanngjarnt að rakka það niður. Og bjóða vinnufélögunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúatæ. Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúatæ. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúatæ býður upp á frábært úrval af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúatæ. FM 95 á FM 95. FM 95 Ötti og Sóli Hólm með ykkur til 6 í dag. Það styttist hér í karaoke hjá okkur og nýjan dagskrárlið sem heitir Slakað á, sem er svona, nettur símarhekkur í senn. Tilraun? Já, svona tilraun á, við ætlum að prófa þetta eftir, við getum ekki lofa neinu. Það gæti orðið virkilega skemmtilegt og gæti orðið alveg skellulegt, en ég hef trú á þessu. Já. Þetta er svona nett steikt og skemmtilegt. Já, það er bara að þróa þetta örglega. Við erum bara að prófa þetta, sjá hvernig það kemur út. Það sakar ekki að reyna og það ætlum við að gera hér á eftir, en það er eins og að komið núna að dagskrárlið sem heitir Sturlaða staðreyndir. Ertu til? Já. Ok, og já, svo eigum við líka eftir að heyra 10 hluti sem vissum ekki um Sól og Hól. Já. Það er hellingur að vera hérna okkur strákar. Það er það að byrja þetta. 6-7 tímar er draumasvefn, 8 tímar og meira er of mikið og dregur úr orkuðinni. Sturlu staðreind. Þetta er sturlu staðreind sem ég er alveg hjartanlega sammála. Já. Já, ég man sko þegar ég gifti mig sem var 2010 og var þá í alveg svakalegu formi. Já. Út af því að ég fór í rektina, vaknaði svona 10:06. Já. Fór í gymið. Hvað varst það að sofa lengi? 6-7 tíma? Þá var ég vil svona 11, fór ég í rúmið sko. Já. Þannig ég var, svona 6-7 tíma, eitthvað starf, milli 11 og 12 fór ég í rúmið og ég var alveg endurnarður, aldrei þreyttur á daginn. Nei. Þannig að þetta er alveg rétt, þetta 9 tíma kjaftaði, 8-9, það er bara allt og mikið, allt og mikið. Ég finna oft helgar ef ég sef út, þá er ég líka bara svona slói allan daginn. Það ónýtur bara. Já, þannig að þetta er, En hins vegar held ég sem ég ekki þáttur í þessu, það er þetta séu straight. Já. Nú er ég með unga barn. Þannig að ég fæ ekki, ég er ekki hérna að rub it in, ég er búin að segja, ég er búin að gifta mig og unga barn. Ég heldur sett búin að segja áður ég gifti mig og þegar ég gifti mig svona 10 sinni í þættinum, en halda áfram mér, þá ertu með unga barn líka. Þetta blómstrar allt í það. Já. Og það er þá vakna ég sko, hann vaknar til þess að fá að drekka á nóttunni. Já. Ég gef hann pela. Þú veist alveg þó ég ekki börn, þá ég hef alveg vit á hlutum. Ég get svona ímyndað mér að þú þurfir að vakna svona. Þannig ég fæ ekki hann,
núna er ég ekki nóg orkumíkill, sko. Nei, ok, þannig að það hefur áhrif. Já, aðeins já. Það er ekki straight svefn. En veistu það, ég las einu sinni í sturlunum staðröndum, svona áður ég held áfram, til að sýna fólki að það getur nýtt sér þetta. Þá las ég einhvern tímann í sturlari staðrönd að draumablundur væri 27 mínútur. Og alltaf núna, ef ég finn til dæmis ef ég kemur heim eftir vinnu eða eitthvað svona, eða helgar eða eitthvað, ég ætla aðeins að leggja mig, finn svona vantar einhverja smá orku, þá stilli ég vekjaraklukkunum mína þannig að hún ringi eftir 27 mínútur. Já, en þá ertu væntanlega bara sofnar, bara leið og ítur á... Já, þá er ég vel þreyttur, eða gefur sér 3 ár. Já, akkurat. Setja hálftíma. Hálftíma, já, akkurat. En ég ætla að halda áfram mér með sturlaðar staðreyndir og það er næsta. Það eru til menn sem að heita Captain Fantastic, Superman, Spiderman, Batman og Wolverine eftir að hafa látið breyta nöfnum sínum. Það er bara astnalegt. Já, þetta er sturlu staðreind. Takk fyrir mannanöfnd á Íslandi. Já, þetta er eiginlega bara sorglegt. Já. En ok, segjum svo að kemur nú einhver maður með skambissu og yrðir að taka eitt af þessum nöfnum Sóli, hvað færir í? Wolverine? Já. Hann var svo hrikalegu maður. Ég segi mér þá, ég ekki takk í Spiderman. Já, leður og elskar klifra. Maður getur þá stytta í Ulli, skilur ef maður væri Wolverine. Já, Ulli, þá getur byrjað að kalla Ulli. Löng saga, ég heiti Wolverine. En svo er það næsta. Í einum frönskum koss, eða svona tungukoss, skiptast á 250 típur af bakteríum og vírusum. Í einum koss, já, þetta er slatti. Já. Og hugsa sér þegar menn eru að vaða með tungun upp í einhverjar gærur á dansgólfinu og stúlkur upp í einhverja dólka. Já. Þetta er alveg... Hann er að fara bara bakteríur og vírusar, 250 stykki. Já. Þetta er svona. Svo er það, þetta er samt stundu þess verið. Segð mig þá. Ég meina maður fyrir ekki hægt að kissa konuna sína út af þessu. Nei, bara, veistu hvað mikið af bakteríum í þessu. Svo er það næsta, 37% karlmanna kissast með opin augun en aðeins 3% kvenmanna. Já. Hvar erst þú? Ég held ég sem er loka augun. En ég held að sem maður hafi þurft að læra það. Af því að maður sá ofta á menntaskólaböllum í gamla daga gæja sem voru að dansa í sleik með opin augun. Það var bara eins og það var einhverju zombies. Já, þetta er creepy. Ógeðslegt. Já. Þetta er ógeðslegt að vera í sleik með opin augun. Það er viðbjöð. Þannig að þú veist, ef þið er það, verið meðvitaðir um það að loka augunum. Já, en það er samt... Já, jú, ég held ég sem er lokuð líka. Heldur þú að sért zombie á dansskólinu? Nei, ég ætla ekki svona að fara út í þetta. Ég held ég sem sammálaður. En serðu, 37% karlmanni með opin augun en aðeins 3% kvenna. Það er kunna þetta stelpunar. Já, þetta er bara, já. Algjörlega. Það eru ekki að creepy og við strákar. Nei. Svo er það næsta, þeir sem sofa minna verða fyrr fullir en þeir sem sofa mikið. Þetta er nú ekkert sturglu staðreind. Þetta er eiginlega bara staðreind. Þetta er bara næst koma eftir að þeir sem eru svangir verða fyrr fullir. Þetta er svona, þú veist. Þetta er eitthvað sem maður nýtti sér þegar maður hafði bara efna á að köpa sér eina kippu. Ég ætla ekki að borða neitt. Ég svelti með einu svona og ég hætti því eftir ég eldi blóðu einu svona í partíi heima. Já, það. Ógeðsleg saga en sönn. Já. Þannig að þeir sem eru að fara út á lífið borðið því í Guðjónabænum. Akkurat. Svo er það næsta hér. Já, 52% kvenna í Bretlandi sögðu að það myndi frekar velja súkkulaði en kynlíf. En 87% karlmanna sögðu, já, akkurat dögt. Þá erum við að tala um að þú fengir aldrei aftur kynlíf eða aldrei aftur súkkulaði. Hvað myndi velja? Er virkilega 13% manna sem sögðust vilja súkkulaði frekar þó? Já, nákvæmlega, því 87%. Þetta eru menn sem hafa, já... Kynst einhver öðru? Já, einhver mjög skrýtnu kynlífi, eða þá að þessi... Nei, elska súkkulaði bara? Já, nei, þeir eru þá mjög líklega, er þetta menn sem eru laumu hommar í skápnum og eru svona, þú veist, treysta sér ekki það að fara í kynlíf með kallmanni og finnst kynlíf með konu ógeðslegt. Já, vilja fyrir eitthvað bara hendi sér smá Snickers eða eitthvað? Já, bara Snickers. Ég skildi. Engin pína. Nei, þetta var létt val fyrir mig. Elska súkkulaði. Svo þetta er næsta. Fílar sofa bæði standandi og liggjandi. Og sitjandi. Vá. Fíll getur basically bara sofið hvernig sem er. Já, hann er líka með þannig lappir. Já. Það eru svona eins og bara borðfætar, alveg flatar undir. Þannig að þú veist, þeir þurfa ekki að einbytta sér að jafnvægi, held ég. Nei, það er hellingur sem ég er búin að læra til dæmis fíla. Þetta er eiginlega sturlaða staðurinn, þetta er svolítið minn skóli. Já, eins og ég get sagt þér að fíll er rosaleg tilfinning að vera. Getur dáið úr ástarsorg og hefur bjargað öðrum dýrum og svona. Hann alltaf gleymir engu. Nei, man allt. Þetta eru fascinating creatures. Já. Svo er það næst síðasta, algengasta orðið í popblöðum í dag er orðið O-H. Já, í dag, það er svona nýtilkomið. Já, það er bara svona eitthvað. Já.
Þetta byrjaði þar. Já, geturðu fundið eitthvað lög svona í fljótu bragði? Já. Ekkert lag með Ói? Jú, bara Oh my love. Já, þetta samt gamalt. Þetta gamalt, já. Ekki nýtt, ég finn ekkert nýtt. Let me get away. Þetta svona Nicki Minaj og eitthvað, þetta í öllum lögum. Já. Svo það síðasta, stellingin sem þú sefur í hefur áhrif á persónuleikaðinn, Sturlu staðarind. Skrítin staðarind. Já, ég myndi frekar segja að það væri, að þú veist, hvernig persónuleikið þú ert, veldur því hvernig þú sefur, eða skilur þú ert ekki... Hvernig leggur þú í rúminu þú út af að svo? Leggur það bakinu bara? Sko, ég sofna hliðinni held ég, en svo veldi ég mér yfir á bakið og byrja þá að hrjóta. Já. Og þá stundur hnift í mig og þá þarf ég að fara á hliðin aftur. Já, kipti yfir á hliðin aftur. Já, þannig að ég hrýta bakinu svolítið. Ég tek nettan kuðung. Já, ertu í fósturstellingunni? Nei. Er ekki bara á sunnudögum? Nei. Ég einhvern veginn sko, eins aðstæðlegt að segja frá því að þá sko, og tek ég er ekkert í fósturstellingunni. Nei. Ég fyrir svona nettan kuðung. Já, og með sængina svona á milli lappana. Ég reyndi að klemmi sængina á milli lappana. Það alveg æðislegt. Sérstaklega ef hún sko aðeins köld. Já. Finna svona smá svona andvara leikum lærin á sér, það alveg yndislegt þegar maður sofnar. Það mjög kósí. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Hér rétt handa horni eru 10 hlutir sem þið vissið ekki Sól og Hólm og karaoke-keppnin okkar og smá símarekur, þannig að það allt að gerast. Fáum hérna síðasta föstudagslag Chubby Little Swessmen. Ég sagði þetta í gær og segið aftur þetta lag svona þegar ég heyrði það fyrst, mennst það flott, en það verður flottri hvert fyrir sem við heyra það. Þetta Sverrir Bergmann með, lagið Love Song sem veistu með hvaða hljómsveit þetta lag upprunalega, Sóli? Þetta með, Talking Heads. Nei, Cure. Já, Cure, þetta, sorry. Já, þú varst nálægt í. Það styttist hér í, karaoke og slakað á liðin okkar. En fyrst ætlar Sóli Hólm að segja okkur 10 hluti sem við vissum ekki hann. Já, en náttúrulega, hvað veit fólk mig? Þú veist, get ekki bara sagt, ég heiti Sóli Hólm. Þú veist, ég svo hóær, sko, þú veist, mér finnst þess að enginn að vita nokkuð skapaðan hluti mig. Nei. En þrátt fyrir það ég ekki samt að fara að gera leiðilega hluti hérna. Ég alveg að kafa svolítið í þetta, sko, sem að fólk á ekkert að vita mig. Byrja þetta rólega. Já. Ég hestamæður. Ég veist það ekki til dæmis. Nei, þú veist það ekki, ég hestamæður og pabbi minn með hestaleigu. Það ekkert annað. Í Ölfusinu. Varst það ríð út og svona? Ég ríða og grimt út þegar ég fyrir til hann, sko. En ég ekki duglegur reyndar, þú veist, ég get alveg sleppt þessu kannski 1-2 ár og svo fær ég og tek session og þú veist, mér alltaf gaman að fara á hestbak, en ég alin upp á hestbaki. Ok, þá eitt sem að þú geti hjálpað mér með, Sóli. Já. Ég með á bucketlistinum hjá mér, listanum. Þú veist hvað bucketlist Já, things to do before I die. Já. Og þetta búið að vera draumur minn núna lengi, alveg í svona 15 ár. Og það ég vil vera á hestbaki, alveg á milljón og með fjall svona mér í hlið. Bara svona, það sem ég alveg á þvílíku. Þetta að væri svipaðan sem myndi segja bara, getur þú sótt og vatn fyrir mig? Já, ok. Þetta jafn easy fyrir mig að redda þessu. Já, varst að kella mér þetta? Algjörlega. Ok. Þegar ég var lítill í langskóla, þá fekk maður alltaf kandís hjá gangbörðuværunum á 50 dögum, en maður sýndi honum tippið á sér. Nei, reyndar þetta með tippið lígi, sko. En maður fekk kandís á 50 dögum. Mér fannst þetta, þú veist, þetta alveg glötuð, sko, glata hlutir að vita mig, en ég laugus í mörg ár, sko. Laugstu hverja? Að maður hitta sína tippið. Greið maður sem var að gera okkur kandís. Nei, ég nafngreindi hann ekki. Þetta var svona saga sem ég sagði svona 15 árum síðar. Svona, ég mann þegar ég var lítill maður, þá þetta ég held ég að kandiflósmaður ef ég sýndi tippið á mér. Og ég þróaði lígin að maður hefði búin að læra það að koma í joggingbuxum á 50 dögum, þá var auðvitað að vippa niður buxum og ég sagði, hei, hann snerti mig aldrei, sko. Þetta ógeðslega sick lígi, en þetta kjaftaði. Ég fekk samt alltaf kandís á 50 dögum og ég þurfti ekki að gera neitt í staðinn. Af hverju fenguð þið kandís? Ég veit það ekki. Nei, ok. Það var bara gangverðardögur með kandís í glasi. Já, þetta brúna svona harða. Já, þetta var bara nammi fyrir okkur. Algjört salkeiti. Ok, skemmtilegt. Ok, ég drap mig næstu því einu sinni á BMW 750i í skíðaskólabrekkunni. Drap mig næstu því. Hvernig þá? Ég bara var að keyra í grenjandi rigningu og frændi minn átt hana bíl og voru þvílíku kraftur í þessu. Þú hefur keyrt bíl mér. Þú veist hvað þetta þennja þetta. Já. Þú þekki það alveg. Þú vorst að gefa þessu möl. Ég var að gefa hann möl, sko. Hann var að háma í þessu möl. Þú vart að hleypa einhverjum 300 hestöflum út í dekkana. Algjörlega. Og hann var á lélegum dekkjum, low profile, alveg sléttum og grenjandi rigning og það var svona hjólfurum voru full af vatni. Svo í skíðaskólabrekkunni, ég var með stjúbróðum mínum að keyra og ég var 17 ára og allt í hennu segir hann bara, heyrðu, hann byrjar að fljóta
Þannig að ég negli niður á bremsuna. Ég er náttúrulega 17 ára krakki, sko, í staðinn fyrir bara að slaka, svona láta hann róast. Þannig að við byrjum að snúast í skíðaskólabrekkunni yfir á öfugum vegarhelming og alveg bara á 140 km hraða. Shit. Og svo lendum við utan vegar, ultum ekki. Þá koma svona 30 bílar á móti sem hefðu, þannig að ég hugsaði ég á að gera eitthvað. Já, ég á að gera eitthvað áður en í deg, hugsaði ég. Og hingað er ég komin til þín, þannig að ég veit hvað ég átti að gera. Já, það var að segja þessa sögu. Já, og hér er eitt svolítið persónulegt. Ok. Þegar ég var í sumarbúðum, þegar ég var 6 ára, þetta er ekkert eins og kandísin, rólegur. Þá skeit ég á mig. Ok. Það var 6 ára gamall? Já, 6 ára gamall nefnilega, ekki eitthvað smábarn. Þarna var maður tiltölulega nýbyrjar að fara alveg sjálfur á klósettið. Maður byrjaði kannski til 4-5 ára eitthvað svo leið, sko. Ég veit ekki hvað maður er gamall. En mér fannst eitthvað óþægilegt að vera í sumarbúðunum með svona opið upp og niðri að fara og skýta þar. Ég fannst það óþægilegt. Maður var alltaf lítill og óöruggum með sig, sko. Miklu þægilega að skýta bara í sig. Það er svo, hélt ég í mér í 5 daga, sko. Nei. Jú. En svo bara náttúrulega sprakk það, sko. Þannig að þetta, ég hef ekki skýtað mig síðan. Það er nú gott. Já. 6 ára, jú, ég segi mig það, maður eru alveg eitt svona á þessum tíma. Já, algjörlega, svo megin maður náttúrulega undir langturarmyndir öllu, sko. Mér finnst það er svo gaman út að leika, ég stundum tímdi ekkert að fara heim. Já, akkurat, bara láta vaða. Já, það var alltaf óvart, þá var maður búinn að reyna að halda í sér. Já, akkurat. Allavega, það er gott þú skulle koma sem ég hef gert það líka. Og það er mjög lífið þetta. Ég er alveg að hjálpa þér. Ég hef keypt hass með syni mafíósafóringja út í Ítalíu. Nei. Hvað ætlar að gera í því? Ég notaði það ekki. Þetta var þannig að ég var á skemmtistað út í Napoli, það sem er náttúrulega bara mafíu, þú veit, grifja. Og kona mér bjó í Napoli, hún þekki til þarna. Þannig að hún kynnti mig fyrir þessu manni, svo ungur gaur sem hafði til dæmis einu sem verið stunginn bara út af því að hann var sonur pappa síns. Ok, nice. Og allt í einu kemur hann, komdu með mér, og ég bara svona, ég ætla ekki að segja nei, ég verð að fara með. Ég hendi mér aftan á vespuna sína og hafa með lífverðið með sér og kona mín sér mig komin aftan á vespuna hjá mafíósafóringi, þetta er í brúðkaupsferðinni minni, sko. Ok. Og hún segir við lífverðinu, hvað er í gangi? Og hún bara, þetta er allt í leið. Og svo förum við í eitthvað bakhús og kaupum okkur réttur hassmóli út um glugga og förum svo aftur á skemmtistæðin. Þetta var ótrúlega reynsla, ég var ekki hjálm með neitt. Hugsaðu þér. Þannig að þetta er eitthvað sem ég hef keypt sem sagt hass með mafíudreng. Þetta er alvöru brúðkaupsferð? Já, algjörlega maður, því lík, það fór allt onni með þarna, sko. Herðu, ég hef unnið sem dyravörður. Hvar varstu að sem dyravörður? Í regnboganum. Ég tók dýrna þar, aðra hverja helgi. Það fylgst mér skemmtilegt að gera. Já, ég var í dýrunum þar. Varstu harður? Ég var mjög harður. Ef það voru okkur í krakkarinn að laumast What Lies Beneath, þá tók ég á og hendi þeim út. Ok. Ég var í sveit í 5 sumur. Þetta hefði átt að vera snemma, ég veit það alveg, í staðarindunum. Ég var í sveit í 5 sumur, frá 10 til 15. Ok. Ég hef aldrei brotið bein. Trúðu mig það, já, aldrei brotið bein. 7-13. Já. Aldrei á lífinu. Það er magnað. Já. Ok, hvað er þú gamall? Ég er 29 ára. Já. Hugsaði, en samt hef ég farið í ótrúlegustu, já, ég ætla að bæta þeirri staðarind við. Ég er alltaf algjörlega að rífa og gjössanlega að opna mig hérna fyrir þig. Já, ég fíla það. Allavega. Já, ég hef aldrei brotið bein. Og svo einn mjög soft, þess að ég held í sinni bara með 12 eða 13, sko. Og slutið, þannig að vissir ekki mig. Ok, ekki mál, þetta er skemmtilegt. Já, ég er hvergeringur, ég held þessi skemmtilegt sem vitið það. Nei. Því ég er alveg upp í til 4 ára aldurs. Já, fæddur á Selfossi, hvergering ekki fæðast þar. Alveg upp í Hverageri til 4 ára aldurs. Og allt mitt fólk er þar, mamma býr þar og pappi og allt mitt fólk er í Hverageri. Þú ert bara að fara að gráta hérna. Já. Mamma sendur á fósturheimili í Reykjavík 4 ára. Og svo er eitt hérna, ég hef tekið ólögleg fæðingbótarefni. Ok. Ekki stera, en brennslutöflu sem kom í glæru glasi. Og selt undir borð. Já, svona einhvern veginn þannig, já. Já, þú þekkir þetta alveg. Já, það er eitthvað sem, var ég ekki búinn að segja söguna með Gasman? Já, sem var með strákunum í Mercedes Club. Já. Já, ég var að lifta með honum. Hann var svona engaþjálfarinn minn einu sinni. Já. Bara í stuttan tíma, sko, og svo kemur hann með eitthvað svona brennslutöflur og ég og hann segir svona að þetta svínvirkar eitthvað. Ég bara ok, teka þetta og fer á æfingu og jú, alveg kraftur í mér nema það. Svo fer ég að sofa bara sama kvöld. Ég sofna ekkert. Ég er bara svona með opin augun og enda klukkan 8 morgun er ég með opin augun. Þannig ég fer bara daginn eftir, ég spyr hann bara, er ekki, hvað varst að láta mig hafa? Er þetta löglegt þetta drastlega? Já, í einhverju löndum held ég.
Já, ok, það var einmitt þannig að mér. Þetta var lögulegt einhvers staðar. En það var einmitt brennslutöflur. Það var á þessum tíma þess að ég var að vakna klukkan 6 á mótnana og var að ná mér í hróðalegt form. En hvað var það? Okkur þetta hættu því? Þetta svolítið erfitt, sko. Brúðkaupið var svolítið gulrót, sko. En ég í bootcamp. Okay. Ég að mæta þangað en mætti mig að vera duglegur að mæta. Ok, þetta voru 10 hluti, áttu fleiri? Já, einu viðbútt sem rosaleg, sko. Góttu með það. Ertu tilbúin í hana? Ég til í hana. Mákona mín og tengdamamma mín hafa báða síðan með tippið. Það ekkert að... Hvenær á það? Óvart í bæðiskiptin. Já, ég ætla að vona. Já. Ég er ekki svona sikk, maður. Búin að skýta á mig hérna langt frá myndir aldrei og... Varst að fá kandur sem sína tippið og kaupa til hass og... Já, akkurat. Hvernig manneski er ég? Skoðu 10 hlutir eru þetta? Það var bara óvart, þú veist, ég hérna... Mákona mín, þá var ég að koma í sturtu og hún og konan mér voru að horfa á sjónvarpið og ég stóð svona að horfa á sjónvarpið líka og var bara að þurrka mér með handklæði. Það var samt ekki, þú veist, fattaði að ég ætti að þurrka aftan á hálsinum. Tók handklæðið upp og ég bara fattaði og þá bara öskruði það báðar og ég hljóp inn í herbyggi. Ok, en tengdamammaðin? Tengdamamma, þá var ég í svona víðum nærbuxum og hann láði vart út. Þetta skemmtilegt, þetta voru 10 hlutir eða 12 hlutir sem vissi ekki Sóla Hólm. Já, allavega. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og já, svo það skal ég ykkur segja karaoke-keppnin og já, nýr dagskrárliður hjá okkur. Alþingi hóf störf þriðjudaginn 11. september og Spaugstofan snýr aftur laugardag 22. september. Tryggður áskrift, Stöð 2. Skemmtilegri. Bye. Það SS sem færir þér Spaugstofana á Stöð 2. Í dag ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 95. FM 95 Blö með ykkur hér, já, á FM 957 og það er komin tími á karaoke hjá okkur Sóla Hólm. Við opnum fyrir síman fyrr í dag og leyfum fólki að velja lögin í karaoke-keppnina þessu sinni. Það sem við erum að taka svona netta miðvikudagsdagskrá núna, strákarnir. Og já, lögin, það komu nokkur góð greina, en lögin sem við höfum ákveðið að syngja eru Sexy and I Know It og Payphone með Maroon 5 og ég byggðist innilegar afsökunar þegar stúlkan sem bað alveg frá hjartanum. Rosalega fallega. Já, Asilíu Banks 212. Það var ekki hægt að finna það í karaoke þar sem það fyllt eftir laginu. Follow the bouncing ball. Já, það er alltaf bara það er alltaf búið að syngja yfir það sem er óþolandi. Annars hefði ég tekið það fyrir hana, ég lofa. Þú vildi gera fallega fyrir hana. Þú gast ekki gert það með þessu ráfni. Nei, og þannig að nú er bara spurningin. Nú ert þú gestur hérna, Sóli. Þannig að ég ætla að leyfa þér að velja hvort viltu vera, sko, þú þekkir leikreglu, það er svo fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Fólk hringir inn og gefur okkur atkvæði. Okay. Þannig að nú spyr ég þig, hvort viltu vera á undan eða eftir að syngja? Ég ætla að taka sjönsinn á því að vera eftir. Ok. Út af því að ef framistæðan mín verður ömuleg, þá fæ ég ekkert atkvæði. Nei, ok. Og þá mun allir eftir því að ég kom á eftir, skilurðu. Ekki fólk er búið að gleyma hversu lélegu ég var ef ég er á undan. En þú vilt setja press á sjálfu að vera á eftir? Vera á eftir, já. Okay. Og ég ætla líka bara aðeins að sjá hvernig þú gerir þetta. Já, líka ef þú stendur vel þá er mjög gott að vera eftir. Akkurat. Þá er það í fersku minni í hólki. Já, næsta miðvikudag þá má þú byrja. Ok, ég er reyndar með gríðarlega reynslu hérna og er hvergi í banginn, þannig ég skal bara ríða á vaði hérna. Það er líka oftast þannig okkur Pétri, ég fer 8 á stundan. Já. Herðu, þá er það, já, fólk kannski veit ekki hver syngur hvað. Ég er sem sagt að fara að syngja Sexy and I Know It. Ok, gangi ég vel, vinnur. Takk fyrir það, og þú tekur Payphone með Maroon 5. Þetta verður erfitt, en ég ætla að gera mitt besta hér og skulum bara hefja þetta karaoke. Og það er eina sem það er að gera. Þetta var rosalega hvað þú tókst á í lokin, maður. Já, ég þurfti aðeins að djúsa þetta. Þetta var orðið svona... Tókst á loft alveg. Þetta var orðið óþægilegt. Já, þetta var líka, mér fannst þetta, sko, þú veist, aðeins ég sér hérna áhrif á atkvæð, þá fannst mér þetta frábært hjá þér. Takk fyrir það. Ég er ekki að taka pressuna mér. Það er gaman að heyra, nú er eins og að koma að þér og ég skal strax gefa þér það. Þú ert að fara að syngja, já, verulega erfitt lag. Þetta er Payphone hérna með Maroon 5 og lag sem er gríðarlega vinsælt á stöðinni eins og er. Og þetta er ekki alltaf í svona einhverjir falsett eða eitthvað? Jú, þetta er í falsettu og vill svo heppilega til að ég er ágætur þar. Jæja. Ertu klár? Jep. Þá er það Sóli Hólm. Þetta er hérna. Og já, þetta er bara
Þakkaði fyrir. Ég gaf mig allan í þetta. Já, þú getur sungið þetta bara akústik. Þetta var Energia. Þetta var bara rosalegt og já, þá höfðu við báðir lokið okkur af hér með Sexy and I Know It og Payphone og nú þetta allt í höndum hlustanda. Já, það var ekki taka það fram að það var ekkert reverb á mæknum eða neitt, sko. Þannig að þetta var allt bara live, sko. Þú varst ekki autotunaður. Þannig að við skulum heyra hvað hlustendur segja. Það er fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur og já, hver fær þitt atkvæði? Halló? Sólhólm. Það er Sóli. Þakkaði fyrir, snillingur. Hann fær þarna fyrir Payphone. Snillingur. Virkilega vel gert hjá hann, takk fyrir að ringja. Þá er staðan 1-0 fyrir Sóla og hver fær þitt atkvæði? Herri, Sóli var algjörlega með þetta. Þetta er bara sorry að þú veist að það var svo dauð hæna að vera að syngja, sko. Hei, ok, takk kærlega fyrir, en... Þú þarf ekki að stinga mig í leiðin, okkur segir ekki bara Sóli var frábær. Þú þarf að spæna drullu frá henni mig. Nei, þú ert vennilega frábær. Já, kannski, þú er bara búin að setja þetta svo háan standard, auðvitað mín. Já, ég sé. En þakkaði kærlega fyrir atkvæðið. Ok. Takk fyrir. Takk fyrir að ringja. Ok, staðan er 2-0 og já, ég þarf að fara að fá atkvæðin. FM 95 blökk, hver fær þitt atkvæðin? Herru, hérna, þetta er Olga, ég er að baka. Já, hæ. Já, það er. Hæ, herru, út af því að Öddi valdi okkar lag, þá kýs ég þig. Þetta. Bara sæðilega. Glæsilegt. Takk fyrir það. Bye. Það er þvílíkt. Þá hann hinn söng bara hræðilega. Bættum þið við. Það er eitthvað, það er ekki nóg að gefa hann atkvæði. Nákvæmlega, maður. Herru, hver fær þitt atkvæði? Herru, Öddi fær mitt atkvæði. Herru, glæsilegt. Þá er ég búin að jafna hérna 2-2. Já. Það er vel gert hjá Sóla samt. Herru. Fannst þér þetta ekki samt flott hjá Sóla? Herru, ok, bye. Næsti. Ég ætla ekki að vera að færa nætt. Bless. Ok, bye. Það er 2-2 og já, það er svona rígur. Það er ekki nóg að fólk, þú veist, það Nei, ég ekki veit bara það. atkvæði. Akkur þarf að vera að rakka niður þann sem fær ekki atkvæði. Já, við skulum sjá hvað Ég bara segi, ef þessi ætlar að kjósa mig, ekki rakka auðvitað niður. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Herru, þið voru báðir Sóla. Sóli, Þakkaði fyrir. Kærlega. Komið hlýjórð þarna. Þetta er eitthvað sem kann að meta og þekki út af hvað söngur snýst. Þetta söngur gengur út á. Já, takk kærlega. Herru, takk fyrir þetta. Ok. Herru, takktu núna Herbert Guðmundsson fyrir mig og spurðu hver fær næst atkvæði hérna. Góðan daginn, FM 95 blöð. Hvernig þið var á bendri? Mér fannst Öddi betur, en þið tóku báðir rosalega vel. Það er þarna. Takk kærlega fyrir. Ég er bara það þakklaði fyrir að kunni segja það stingið vel. Takk fyrir. Takk. Þú veist, það er 3-3 og það er alltaf að gerast hérna. Herru, þetta er spennandi keppni, Sóli. Já. FM 95 blöð, og hver fær þitt atkvæði? Góðan daginn. Góðan daginn. Ekki Öddi heldur heimgarinn. Right. Sóli. Takk, Sóli. Mér er alveg saman þú veit í hvað ég heiti en takk fyrir atkvæðið. Ekkert maður. Hvernig er staðan? Hún ætlaði ekki að dissa þið viljandi. Nei, þetta er alveg óvart. Það er ekki Öddi heldur heimgarinn. Þú veist, ég er freka að vilja sleppa atkvæðið þetta í hana. Þetta er það sem ég sagði áðan þegar ég fór í hluti sem það vissir ekki um mig. Ég átti að segja að ég heiti Sóli Hólm. Það er alveg nóg, sko. Og hver ertu? Takk fyrir þetta. Takk fyrir að ringja. Ekkert maður. Ok, bye. Staðan er 4-3 fyrir þér. Með atkvæði núna, Sóli. Þá vinn ég. Getur unnið þessa keppni en jafn ég að þá er það final vote. Já. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er Sóli. Þakkaði fyrir. Kærlega. Hvað heitir þú? Lena. Bara, veistu það, þú gerir ekki grein fyrir hvað búin að gera mig glaðan því að ég er búin að undirbúa mig andlega í þessa karaoke-keppni viku allavega. Já, byrjar að senda SMS fyrir viku síðan. Já, fyrir viku síðan. Þá sagði ég Ödda, en Öddi braut mig niður á laugardagskvöldið og hann sagði You're going down í dag, en takk kærlega. Fannst þér þetta ekki bara fínt hjá mér? Þetta var mjög flott hjá þér. Ok, mjög flott, vá. Þetta er eitthvað sem ég er eitthvað að vita á söng. Takk fyrir. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir, Lena. Og takk fyrir ekkert, Lena. Bye. Herðu, Sóli Hólm hefur unnið þessa keppni 5-3, en já, ég minn hefna mín miðvikudaginn eftir viku. Þá kem ég með eitthvað rándýrt lag. Sóli, til hamingju. Takk kærlega fyrir. Ég er rosalega glaður að þetta væri nefnilega ekta ég að vera komið 4-3 yfir og tappa. Það er algjörlega bara ég sem þróttur og Liverpool-maður, þannig lifi ég. Ég verð líka að gefa þér það, þú söngst vel. Takk fyrir það. Það var gott hér. Takk. Við óskum honum hér til hamingju. Hér eftir örskamma stund er, já, svona nettur símarekkur eða smá tilraunarrekk. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Á morgun er magnaður miðvikudagur og 50% afsláttur af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Taktu þátt í Dans á RÚV. Fyndu Dans á Facebook og skráðu þig til leiks. Vertu með í dansinum.
Já, koma svo! Skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæða fyrir að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Veistu hver staðan er á reikningnum þínum? Eru launin komin? Er búið að millifæra á þeim? Með einum smelli í appinu tekur stöðuna. Arion banki. Er þitt fyrirtæki að nýta getu sína til fulls? Capacent í samstarfi við Íslandsbanka, Eimskip, Icelandair og 365 miðla kynna stjórnendaviðburð ársins. Frá stefnu til árangurs. Ráðstefna í Hörpu þann 20. september. Piero de Flander, einn eftirsóttasti fyrirlestari heims á sínu sviði, fjallar innleiðingu stefnumótunar og árangurstjórnun. Skráning er hafin á capacent.is. FM 95 Blöð. Á FM 95. 95 Blöð með ykkur hér á FM 957. Önd og Sóli með ykkur til, 6 í dag. Og það er komið að nýjum dagskrárlið. Þetta er svona meira tilraun en dagskrárlið. Já, þetta er tilraun. Við veitum ekki hvernig þetta verður. Dagskrárlið þarf að vera einu allavega tvisverð, ekki? Jó, þetta gæti orðið dagskrárliður. Já, ef vel tekst til. Ef vel tekst til. Og þetta er svolítið steikt að segja frá. En það sem við ætlum að gera er við ætlum að hringja í fyrirtæki hér í bæ eða eitthvað svona staði. Já. Og byggjum eitthvað sem við vitum er ekki til hjá viðkomandi stað. Já. Og þegar hann segir nei, þá eigum við að fara bara beint svona, slaka aðeins á maður. Eins og þau hafa verið að æsa sig, en það var ekkert að gerast. Það var allt mjög rólegt og svona, segjum til dæmis eins og þú komst með góða hugmynd að hringja á pizzustað og segja að þetta verður með barnaafmæli og þú viljið fá hamborgara líka. Já, ég jafnvel líka pæli að hringja kannski í fótaaðgerðarstofu og biðja klippingu. Já, og ef það er ekki til að bara, slaka aðeins. Já, nákvæmlega. Það sem ég skal byrja þetta, koma okkur á stað og ég var að spá að hringja hérna í Árbæjarlaug. Já, grill í liðinu þar. Já, spyrja okkur það með að taka snjóþóttu með sér þar. Er það kannski of grillað? Þetta má ekki vera of steikt, sko. Nei, þú verður að fæna að nálgast það. Þú segir bara að þú sitt með, þú veist, eitthvað krakka sem er eitthvað nett skrítin eða eitthvað, skilur þú, sem verður á snjóþóttuna með. Já, ok. Þá segir hún kannski ekki nei. Byttu bara snjóþóttuna. Bara hafa í þetta. Þótturas, já. Árbæjarlaug, góðan dag. Já, góðan daginn. Ég ætlaði að athuga að þið eru með svona rennubrautið, ekki? Jú. Já, ég er með eitt grísling hérna, það er pappavika. Já. Og hún er langað svo, er í lagi að hann taki hérna með sér í rennubrautuna svona þoturas? Já, býttans. En ég spurði laugaverðin sem miður, þá er engin leikfang í rennubrautina sjálfa. Það eru slakað á maður. Allt í góðu. Er hérna... þannig að það er ekki í lagi þótt hann sé með einhvern svona þótturas eða eitthvað undir bossanum? Nei, hann sagðist ekki myndi leyfa það. Skilt ekki við, ég er nú bara að tjekka á þessu. Já, það er bara svarið sem ég fékk frá laugaverði, sko. Já, ég segi allir ferskir, slakað á. Já, ég er alveg slags, sko. Ég er bara að segja að ég náttúrulega er ekki laugaverði, svo þess að ég spurði bara hvað þeir myndi gera í þessu. Já, ég bara, við þurfum ekki að fara út inn í læti hérna. Ég ætlaði bara að tjekka á þessu með krakkan. Nei, ég vil bara segja... Slakað aðeins á. Þetta er frá fyrstu hendi, sko. Já, ok. Það þarf ekki að æsa sig. En hvenær lokar hjá okkur? Við lokum klukkan 10 kvöld. Klukkan 10, hvenær svona síðasti séns að fara upp úr? Sem sagt, við vísum upp úr klukkan 10, svo ég orði þetta rétt. Slaka aðeins. Hvenær myndu við þurfa að fara upp þá í síðasta lagi? 10. Hvað, er ekki allir með fulli? Bara nákvæmlega á mínútinni. Er ekki allir með fulli 5 í þessari lauga það? Ég er nú bara að tjekka hvenær við þurfum að fara upp úr. Já, klukkan 10. Já, það er slakað, ég heyrði það í fyrsta skipti. Já, akkur spyr ég eftir. Því ég skil ekki attitúti. Nú. Er það út af þótturassunum ennþá? Ertu ekki búin að slaka á síðan þá? Ég er alveg aldrei verið slakari, sko. Já, ég er pottslakur. Já, gott. Já, herðu, þá sjáustu bara í sundi. Já, er það ekki? Takk aðeinsla. Já, sannlega. Ok, bye. Þetta er grilla, sko. Þetta er vel steikt. Þetta er vel steikt. En þetta er skemmtilegt. Mér finnst þetta skemmtilegt. Ég hló mikið. Ok, þá ætla ég að henda þér í þetta. Já, herðu, ég ætla að ringdu á fótaaðgerðarstofu. Fótaaðgerðarstofu? Já. Ok. Það er hérna fótaaðgerð. Fótaaðgerðarfræðingur það bara? Já, það er fínt. Fótaaðgerðarstofa, hérna. Já. Ok. Og ég ætla að biðja klippingu. Þetta er snirti og nuttstór. Já, það er enda gott. Biðja klippingu, sko. Já, ok. Þú byrjaði með bara rólega. Þú hjólaðir ekki beint í þetta. Nei, þá fattar hún strax að segja. Já, akkurat. Hjói, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, ég er búinn að vera núna bara, ég get alltaf gengið út að, settir ykkur vörtu klasi undir löpunum á mér.
Ok. Og getið þið eitthvað hjálpa mig með það, eða? Já, það geta það hérna. Já, frábært maður, þetta alveg óþolandi og svo ég líka að koma með helvíti, þetta að taka þess að hliðunum líka. Já, þú koma bara í heila meðferð þá? Já, bara trimma hliðarnar aðeins að því ég komið svolítið luppa. Ok. Og ég jafnvel kannski henda smá strípum í leiðinni. Já. Væri það möguleiki að taka smá, ég þarf náttúrulega fyrst og fremst að fara í þessa fótaækjur, svo þyrfti ég bara ef ekki teki, bara fara í klippingu í leiðinni. Við erum ekki með svoleiðis. Róleg, ég er nú bara að spurja, sko. Já, við erum ekki með, hagkvæmslu. Slaka á, ég er bara að ringja og bóka, ég er ekki að biðja neitt, þú veist. Já. Þú veist, ég er bara að spurja hvort ég geti fengið klippingu í leiðinni. Já, það er ekki hægt. Heyrðu, það er algjör óþarf að æsa sig, ég er bara að spurja, sko. Er þetta eitthvað grín eða? Nei, þetta er ekkert grín, ég er bara að spurja. Vá, maður, en hvað með vörturnar? Það er laust, 50-daginn. Ok. Viltu koma 5-daginn, 3:30? Já, hvert er það á klippingu? Ég veit ekki. Nei, heyrðu, ég nenni þess ekki, sko, ef það er að mæta svona viðmóti, þá getur þú bara, þá fer ég bara eitthvað annað. Takk hérlega fyrir. Ok, takk. Já, bless. Þetta er næsta sem þú heyrir, það er þetta eitthvað... Veistu það, ég verð að taka hattinn ofan fyrir þér. Þarna kom reynsluleysið í baki af mér. Ég var alltof mikið í djókíl í byrjun og var svona hikstandi. Vá, þetta var svo vond að ég er í sjokki. Ég sá það á svipnum og það var svo ósattur sjálfur. Þetta er samt að versta, hvort þú mátt að gera faldamynda eða eitthvað svona símaraka eða eitthvað. Versta sem þú lendir í er þegar þú spurður, er þetta eitthvað grín? Það er eins og eitthvað slökni innan í þér. Já, þetta er þannig, þetta er rosalega, þetta er bara, hún hefði getað sagt, er þetta eitthvað grín? Og ef þetta er grín, þá er þetta ófyndnasta grín sem nokkuð sem að heyra. Og þegar maður er í gríni, vinnu í grín, þá er þetta eitthvað sem maður vil heyra. Þetta var alveg hræðilegt, sko. Nei, þetta er bara, er það okkur, við gerum annars eins á þessu næsta miðvikudag. Já, algjörlega, þá er ég búinn að læra þér þetta, hlusta hvernig þú gerir þetta. Já, nú ertu komið smá reynslu, þú ert svona ísindu. Ég er með svona, mér finnst þetta bara eins og ég hef verið á fyllir í að skýta á mig eitthvað rosalega, ég er með svona bara bömmir, þetta var lélegt. Þetta er svona óþægindasvita. Já, algjöran. En ég ætla að koma þetta í fórstyrning og klippingu. Þetta var bara svona, hæ, ég er reyna að vera gett fyndin. Þetta var svona slæmt, nei, ég sverða. Þetta var góð tilhörn, við reynum þetta aftur næsta miðvikudag. Á FM 95 Blö, á FM 957, þetta er ljónsveitin Florence and the Machine með lagið Spektrum. Við reyndum fyrir okkur í nýjum dagskrárlið hér áðan sem að heitir, Slakað á. Sem að Sóli Hólm félaginn minn fór gjörsamlega á kostin. En bara fyrir þá hlustendur sem að þegar við fórum í lagið þá varst þú að bölva því hvað því fannst þetta vond. Nú ertu skemmtikraftur og vinnu við það. Hefurðu plömmað sem slíkur? Hefurðu mætta á skemmtun og verið að skemmta og bara ekki verið að finna þeim? Ég menn bara virkilega lélegt gig. Já. Ég lendi eins og því ég var nýbyrjaður. Já. Þá bara niðurlæði sjálf á mig, sko. Gjössanlega. Það var sko eiginlega áður en ég sko fór að vinna við þetta eitthvað. Þetta var svona, það eru kannski svona, hvað ætli sé mörg ár síðan? Þetta er svo 2005, sko. Já. Þannig ég byrjaði ekkert en veit fyrir 2008. En þetta var, en þarna var ég þess að fengi til að skemmta í reiðhöllin á einhverju hestaskemmtun. Já. Og kom í hléi. Og ætlaði bara að taka einhver, þú veist, taka Pálma Gunnars og eitthvað, sko. Henda mér eitthvað að gera mér neitt grín, heldur bara að taka einhver lög og held ég myndi fá svona geðvika. Ég hef alltaf ekki gert í partíum, sko, það var bara, ég hef ekki eina reynslu. Það fengið svona því þú varst búin að vera fyndin í partíum og... Já, það var bara þannig. Ég hef ekki til að bakka þetta upp annað. Og ég ætlaði bara að taka lögin og ég held að allt myndi vera vittlust. Ég byrja að syngja og ég sé að fólki er bara lappin í sjoppu. Og þetta er bara, ég ætla að taka svona 4-5 lög, ég tók bara 2 lög og bara takk fyrir mig og lappaði út. Og þá kemur einhver tæknum að svona, herru, skeiðklukkan er biluð, þú voru að fara aftur inn. Þannig ég var búinn að skýta á mig gjörsamlega og þurfti að fara aftur inn og það sem var verra að ég hefði fengið lánaðan kúrekahatt og kúrekastígvél til að vera með á þessu giggi. Þannig ég var svona klæddur eins og fáið í ofan og allt saman. Þannig að þú veist, hefurðu lent í þessu sjálfur? Já, sko, ég byrjaði að skemmta hérna eftir að ég tók þátt í keppninni Fyndnastamar Íslands. Já. Og lenti þar í öðru sæti. Já. Og þá, sko, hef ég lent í svona bröndurinn sem hafa fallið alveg. Já, maður lent algjörlega. En ég hef aldrei átt svona
Reynda, jú, það var eitt sem ég gleymi aldrei. Þá var ég nýbúinn að taka þátt í keppninni og var að skemmta fyrir Flensborg. Já. En það náttúrulega vissi enginn hver ég var eða hvernig ég leiti út eða neitt. Því að þetta var bara, ég var kynntur, veislustjóri kvöldsins, næst fyndnast maður í Íslands, Auðun Blöndal, eitthvað svona. Og ég stóð og var að pissa þarna inn á klósti og kom einhver svona tveir gaurar úr Flensborg og fara svona sikkurum með vimmi. Báðir búin að vera úti að henda á sig einum sko, maður fann alveg svona áfengislyktina. Og þá kemur einn hérna og spyr bara, hver er að fara að skemmta þeim? Eitthvað næst fyndnarsmaður Íslands. Hvað ákveður ekki bara fengið fyndnarsmaður Íslands? Og hinn eitthvað, ég veit ekki, ætlis ekki verið að spara eins og alltaf eitthvað. Og ég á milli þeirra, bara svona, á ég að segja eitthvað eða... Og þá var ég svo fein, en ég þorði ekki að segja bara... Þú hefði sagt að maður grjóthalda kæft í dag. Já, ég, einhvern veginn sko... Það er ekki lendi í þessu í dag, kannski, en... Ég hefði samt átt að hendi bara, ég hef heyrt hans ágætur, eitthvað svona, því að ég stóð þarna bara svo fíbl og mjög þælt og ég... Og til að segja, hann veist miklu fyndana Lalli sem hann vann, sko. Já, ég fór svo reyndar upp á svið og fyrsta sem ég gerði var að skjóta á þá. Já, það er svona opnaðist fyrir það. En það er náttúrulega svo auðvitað, þú veist, þú þekkir sjálfur, þá er auðvitað krátmis móttækileg, sko. Já. Og maður hefur lent í því sem þú kannski koma allt og seint, það sem allir eru fullir og eitthvað svona, sko. Já, það er erfitt. Já, það er erfiðast sem lendir í. Já, þannig að þú veist, en það er ekki plömm, sko, sérstaklega í dag, þegar maður er reyndari, þá náttúrulega ná ekki einhvern veginn að snúa þessu sér í vil, sko. Að maður læri meira svona að finna krátið, finna farveg. Já, það er leiðilegt út að sussa oft. Þá er eins og þér finnist eins og þér sjálfur að fara að segja eitthvað rosalega fyndið. Svona fyrir aðra bara, hvað er rólegur, sussa mann hérna. Já, nákvæmlega. En þetta er alltaf gaman. Mjög vorum nú að skemmta saman í brúðköpi helgina fyrir aðeins. Já, mjög fyndin. Grjóti, já, sömuleiðis, elsku vinur. En ég ætla líka að minna á áður við fáum næsta lag sem er í miklu uppáldi að mér ætla að minna meistaradeildinni í kvöld. Það er Real Madrid Manchester City og það er engin smá leikur. Allar til þess að tekka því og þá er verið að segja mér að það er bæði hægt að kaupa áskrift af Stöð 2 Sport í gegnum símakerfið sem er þétt setið þessa dagana og svo líka á netinu. Ykkur að tekka á því. Þá ætla ég að tekka á þessu leik. Við skulum fá hérna lag sem Sóli myndi mig á. Ég var ekki búinn að spila en spila mjög reglulega. Hver meinast þetta í? Bara, þú ert ekki búinn að spila með þess að það er hárrétt hjá þér. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Í dag er Atlandsolíudagur, 7 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn, Atlandsolía. Það eru allir velkomnir í stuðið hjá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. 1,7 miljardar í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Alþingi hóf störf þriðjudaginn 11. september og Spaugstofan snýr aftur laugardag 22. september. Tryggður áskrift Stöð 2. Skemmtilegri. Bye. Það er SS sem færir þér Spaugstofana á Stöð 2. Veist þú hver réttur þinn er? Ekki. Hvernig veistu á hvort það sé verið að svindla á þér? asiung.is FM 95 Blö á FM 95 Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það er komið að laginu á leiðinni heim og það sem mann er nú búin að sitja hérna með mér sem gestastjórnandi í 2 klukkutíma cirka, þá ætla ég að spyrja þig, Sóli, hvað værið þú til í að heyra á leiðinni heim? Ef þú verður að keyra núna, svona, á þriðju degi, leiðinni heim að hitta konu og börn, hvað myndur þú hækka í ef að kemja í útvarpinu? Sko, það er mjög erfitt fyrir mig að segja það, sko, því að þú veist, ég veit það ekki, því ég er rosalega lítill tónlistapælari. Þó ég sé þetta góðu söngveri, þú veist, og rullu upp hverju kæfn og fættur annari, þá hlusta ég allt og lítið á tónlist, sett allt og sjaldan tónlist á fóninn. Þannig að ég ætlaði kannski að lega þér bara, ég ætlaði að höfða til þín, frekar, lega þér svona einu sinni til tilbreytingar að velja þetta lag. Ef þú til dæmis bara hugsaður svona sem ég finnst kannski vera svona einn af áhugaverðustu tímabilinu í þínu lífi, það er þegar þú áttir Hyundai Cubin.
Já, rauða? Já. Já, það var rosalegt tímabil í mínu liði. Já, svona þroska tímabil. Það er frá 18 til 23 ára. Já, 5 ára lán sem ég klára. Já, nákvæmlega. Stendur því þína skuldbindingar? Ég gat ekkert annað, það vildi ekki kaupa hann maður. En það ímyndaði hvað maður tekur út mikið þroska þessum árum. Þetta eru mestu mótunar ári lífsins. Já, ég hef sagt þetta áður og stendur það. Það er fátt sem ég lært jafn mikið á. Og þessi bíl. Ég keipti hann sko bara að því ég nefndi ekki að labba og bara haugur og aumingi. Og vildi vera töff á bíl. Sportbíl, Auðun. Já, sportbíl, þetta var svona sportbíl wannabe samt, sko. Já, en því fannst það að vera sportbíl. Já, mér fannst þetta sportbíl, ég viðurkenna. Ég ætla ekkert að taka því og vildi svona geta rúnta með píónum og eitthvað svona, bara sorgleður. Já, þetta er nefnilega, sko, ég er rosalega mikið landsbyggðarmaður, rosalega mikið, en þegar ég var yngri, þá voru menn svolítið verðlaðir eftir bílnu þeirra. Já, þetta er svolítið þannig á króknum, var þannig á króknum. Já, þetta gerist í hver að gera líka. Já, og það var sko foreldrar mínir og allir að ráðleggja mér að gera þetta ekki. Já, það er reynd að stoppa þig. Actually grátbáðum þannig að þetta er ekkert eins og fjölskyldum minn hafa ekkert reynd að grípa í tauman eða eitthvað. Þegar ég tek 100% lán á bílinn. Já, vá. Og það tekur mig 5 ára að borga hann upp. Ég keipti hann á 1,3 ár, borgaði fyrir hann 2,2 og seldi hann á 200.000. Þannig að þetta var sorglegt einhvern veginn í alla staði. Já. Og já, eins og ég segi, gríðarlega reynsla. En þetta var til þess að... En það rúntuðu marga stelpur í bílnum með þér? Já, maður átti góða stundir góða stundir í bílnum, ég tek það ekki. En það er, eins og ég náði ekki að klára stúdendina því að ég þurfti alltaf að vera að vinna til að geta borga afborgunar bílnum. Já. Alveg reikalega steikt. Amma greiði skrifu fyrir hún. Já, þú vildi náttúrulega ekki fara átt hann flakk út af því. Nei, ég get ekki fara að láta þetta falla á ömmu. En sjáðu, sko, það eru margir sem hafa mitt farið þessa algjörlega öfuga leið. Keypt allt á dýran bíl. Látið hann bara falla þann sem skrifaði upp á. Já, það er... Ég myndi segja að þú komir, þessi kúp hafi gert það betri manni. Já, hann gerði það betri manni. Og þess vegna vil ég að þú yljiðir við það minningar frá þessum tíma sem þú mótaðist í þennan frábæra einstakling sem það ert í dag. Og hvaða lög voru það sem að gerði þið að þessu manni, meðal annars? Já, ok, viltu að lægja á leiðinni heim verði eitthvað lag sem ég spilaði reglulega í Hjónda kúpnum? Já, ég ætla svolítið að fara inn í kúpinu. Já, veit ég alveg hvaða lag ég er að fara að velja. Ég er í aftursætun, ég er ekki fram í. Nei. Ég er kannski svona 14 ára. Það var rosalega erfitt að sitja aftur í, sko. Já, lítið pláss. Lítið pláss aftur í, en þú kannst setja eitt þar samt. Já, því ég er yngri en þú, ef ég hefur á króknum þá hef ég pottið setja aftur í. Ok, ég er búinn að finna lagi hérna, maður sé, að setja þetta hérna yfir. Okay, og ég er að drekka löfunbrá. Já, þú ert að drekka löfunbrá, þú ert reyndar ekki, ég myndi ekki leyfa að drekka löfunbrá aftan í kúpinu með þú verið 14 ára, sko, en... Nei, ég er aðeins eldri. Já, þú ert aðeins eldri. Ég er 16. Já, og, já, núna, ok, ímyndaðir, það er rosalega lágt til loft hjá þér. Já. Þú ert með lappirnar á milli tveggja sæta. Alveg bóknar. Já, blöð er frammi, hann er með hár. Ok, strípur. Já, strípur, ég var með strípur á þessum tíma. Ég er í svona svartri nægúrpu, alveg svartri. Ok. Og mikið í svona póka joggingbuxum, svona karatbuxum. Ok, nice. Og, já, svo er ég að keyra og... Hver er frammi? Ég veit það ekki. Bösturinn? Já, Bösturinn hann frammi. Og hann er í Barcelona-búning. Og þú sér krókin allan og þetta lag er undir. Vá. Já, og ég hef ekki getað valið betra lag. Og ég segi við Sóli, velkomin á krókin. Þetta er lítil hljómsveit sem ég kalla Creed. Hlustu það núna, ég ætla að kenna það aðeins. Vallakynna, hún heitir Creed og lagi heitir With Arms Wide Open. Þetta er lag sem að, já, Sóli Hólm hafi verið líklegur til að heyra í rauðum Hyundai Coupe. Það hefur verið að rúnta með mér í gamla daga. Já. Rándýrt lag hér á ferð, en klukkan er að verða 6 og hann er mættur hérna í stúdíu og hann Rikki G. Við Sóli búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Sóli, virkilega gaman að hafa hérna. Gaman að vera. Hlakka til að sjá þau eftir viku, eða rétt rúma viku, þú verður á miðvikudaginn næstu viku. Já. Og verður við mættir hér glerharði við Sóli, en já, ekki mista þættinum á morgun, þá verður það Hjöppi K sem að mættir hér klukkan 4 og við verðum með okkar svona hefðbundum dagskrá þó að sé á miðvikudegi. Hann er á Svissastrákurinn þar sem að hann er með Pepsi-mörkin á 50-daginn, en takk vel á mútið Rikka, hann verður með okkur hér til 9 kvöld. Sóli, takk kærlega fyrir daginn. Takk fyrir. Sjáumst eftir rúma viku. Ég þurfum að enda þetta á auglýsingum. Það er aldrei töff en það er bara þannig í dag. Frábær aðstaða, frábær félagskapur í CrossFit. Nýttu þér fría pröfuæfingu. CrossFit Kraftur, Suðurlandsbraut 6B. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur Clean & Clear í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Sólbóðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Tekst Leo að bjarga hjónabandinu þótt Paige mun ekki hver hann er.
The Wow í sjónvarpi Símans. 50% afsláttur af öllu leigðu efni á morgun á mögnuðum miðvikudegi. Í dag Atlandsolíudagur, 7 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn, Atlandsolía. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Í dag ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Hæ, Jón Jónsson hérna, tónlistarmaður, en líka hagfræðingur og hér tala ég við ykkur sem slíkur. Að því haust, þá ætlum ég að vera með fræðslufundi fjármál fyrir fólk á framhaldsskólaaldri. Þar mun ég tala bara á léttu nótunum peninga og til dæmis fórnarkostnað, hvernig á að velja og hafna og almennt það hvernig við getum fengið peningi til að endast eilítið lengur. Skráning á arionbanki.is. Ég hlakka rosalega til þess að sjá ykkur. Í dag Atlandsolíudagur, 7 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn, Atlandsolía. Er þitt fyrirtæki að nýta getu sína til fulls? Capacent í samstarfi við Íslandsbanka, Eimskip, Icelandair og 365 miðla kynna stjórnendaviðburði ársins. Frá stefnu til árangurs. Ráðstefna í Hörpu þann 20. september. Jeroen de Flander, einn eftirsóttasti fyrirlesari heims á sínu sviði, fjallar innleiðingu stefnumótunar og árangurstjórnun. Skráning hafin á capacent.is. FM 95